Komið sæl og blessuð og velkomin í Borgó í beinni. Ég heiti Hjörtur Jóhann og með mér hérna hún Sigrún Edda. Og í dag ætlum við að leiklesa fyrir ykkur einþáttung eftir Jökul Jakobsson sem heitir Herbergi til leigu eða 1 gramm af gamansemi. Þetta eins og ég segi, þetta verk sem var fyrst flutt í útvarpsleikhúsinu árið 1967 og bara eitt af fjöldamörgum verkum Jökuls sem svona, ég má segja bara eitt okkar virtasta leikskáld og verkin hans hafa verið gefin út í þessu fallega bindi hérna. Hann svona merkilegur höfundur, hans þekktasta verk kannski Hart í bak sem hefur verið sett upp bara oft, hugsa ég, hérna á íslensku leiksviði. Og það sett upp, hvenær það? 62 var það frumflutt í Iðnó og svona hans kannski svona leikrit og hann sem höfundur talin marka svona upphafið af íslenskri nútíma leikritum. Já. Og við ætlum að lesa þennan einþáttung, Herbergi til leigu. Persónurnar eru frúin í húsinu og maðurinn. Ég ætla að fá að leika frúna. Ok, ætli. Þá tek ég manninn. Já. Já, svo eitt enn. Eins og þér heyrið, dóttir mín spilar á píanó. Já, Haydn. Ha, já, Haydn. Mér heyrist að vera Haydn. Auðvitað. Það svo margt sem hún spilar alla hina líka. Auðvitað, þetta venjulega. Þetta venjulega? Já, ég býst við því. Það kennarinn, hann setur henni fyrir auðvitað. Hún sko í spilatímum, skiljið þér. Ég heyri það. En við höfum sagt henni, eins og ég sagði þér áðan, við viljum hafa reglu á hlutunum. Svo hún æfir sig bara á vissum tímum, skiljið þér. Já, ég skil. Frá 3 til 5. Einmitt. Ég vona að það seti ekki strik í reikningin. Í reikningin? Ég meina, skiljið þér, ég vona að það fæliður ekki frá. Hávaðinn, meina ég. Alls ekki. Ég elska píanó. Ó, það var heppilegt. Já, það má kannski segja það. Heppilegt. Já. Já, kennarinn segir hún sé mjög efnileg. Auðvitað. Auðvitað? Já, auðheyrilega, á ég við. Já. Skiljið þér, sko, það engin músík í minni ætt, ekkert sérstaklega. En í föðurættinni, af hennar, Af hennar, já, ég skil. Þið skiljið? Já, einmitt, svo það klósettið. Klósettið? Það sameiginlegt. Ó, já, ég skil. Sko, húsið ekki teiknað með það fyrir augum, skiljið þér, að við tækjum leigjanda. Svo að klósettið verður að vera sameiginlegt, því miður. Því miður? Ég meina sko yðar vegna, skiljið þér, sko, yður hlýtur að finnast hérna, óþægilegt. Alls ekki. Hreint ekki, kæra frú. Hafið engar áhyggjur. Mér finnst það einmitt mjög gott. Mjög gott? Já, sko, skiljið þér hvað ég vildi segja, hérna, skiljið þér, á vissan hátt, með nokkrum hætti myndi ég segja, eiginlega þá, sko það óbeinlínis auðvitað, sko það skapar nánari kontakt. Nánari? Já, mér alveg sama. Jæja, það var gott. Sjáðu þér til, húsið var ekki byggt með það fyrir augum að við tækjum leigjanda. Þetta var, já, þetta átti víst að vera vinnukonuherbergi. Ég skil. En allir vita vinnukonuvandræðin nú til dags. Maður guð svo lifandi. Já, það náttúrulega ekki fyrir það að synja, svo ég tali nú reynd út. Þó það komi herberginu ekki beint við áttum svo sem kost á vinnukonu. Já. Hún var að vísu úr sveit. Ó. Já, en það geta verið myndastúlkur úr sveit. Ég nú hræddur það, úr sveit? Já, það var svipað leyti og maðurinn minn fékk launahækkun. Svo við hefðum vel getað klofið það var ekki það. Nei. Það var bara, sko,
Ég lét undan manninu mínum. Það var búið að vera hans draumur svo lengi, skiljið þér, að kaupa Volkswagen. Ó já, auðvitað. Volkswagen. Ég veit nú bara að segja fyrir mig, Volkswagen. Já. Og náttúrulega er það mikill munur að geta skroppið út úr bænum helgar. Ég spyr ekki að. Fjallaloftið, ilmurinn úr kjarrinu, það er, já, hreint og beint unaðslegt. Já, við förum nú að vísu aldrei upp í fjöllin, en það er sama. Það er alveg voðalegu munur, skal ég segja þér, að geta skroppið þetta. Frýr við allar áhyggjur, skiljið þér. Ég skil. Svo við létum vinnukonuna bíða. Það tekur 3,5 ár. Þá fær maðurinn minn aðra launahækkun, sko. Þá, já, alveg rétt. Ég gleymdi að spyrja þér hvað ég þurfið herbergi lengi. Já, segjum 3,5 ár. Ó, það hittist heppilega á. Mjög svo. Já, þér skiljið, þá var meiningin kannski við fengjum okkur vinnukonu. Auðvitað. Og þá auðvitað. Ég skil. Þá þyrftum við auðvitað herbergið. Nema ég fengi stöðuna. Ha? Nema ég yrði ráðinn sem vinnukona, skiljið þér. Þá gæti ég búið áfram í herberginu. Ó, já, svoleiðis. Ég segi þetta nú bara að ganni mínu, sko. Já, auðvitað. Ó, ég þóttist vita það, auðvitað. Eins og atvinnurekandi minn segir, 1 gramm af gamansemi. Já, alveg rétt. Já, án þess að mér komið það nokkuð við. Ég meina að það skiptir hreint engu máli. Við erum hvað sem ekki svoleiðis fólk, en samt sem áður, ég hef ekki spurt yður atvinnu yðar. Atvinnu mína? Sjáðu til, okkur kom saman það manninum mínum og mér, hann ekki heima, eins og ég sagði yður, verður á skrifstofunni til klukkan 5. En okkur kom saman það og þar held ég hann hafi á réttu að standa, að það skipti engu máli hvaða atvinnu leigjandinn stundar. Bara að þetta sé penn og prúður maður, sko, komi vel fyrir og svoleiðis, og sé ekki með óþarfa ráp á nóttunni, út og inn, sko. Já, alveg rétt. Þar er ég yður alveg samdóma. Já, það var mjög gott. En mér kemur að vísu ekkert við hvað þér gerir. Ég sko alls ekki að segja að mér komið það neitt við. Það eins og ég hef alltaf sagt, einkamál hvers og eins. Mikið rétt. Og baðvatn, segi mér... Baðvatn? Ég sjá þér til, svo ég sé alveg hreinskilinn. Minn eini veikleiki, ef svo mætti segja, það ég fer nokkuð oft í bað. Veikleiki? Hvað, ég myndi nú segja, já, ég myndi nú ekki segja að það væri veikleiki beint. Ekki beint? Ég meina, það er einmitt að gagnstæða að fara í bað. Já, við skulum segja þessi styrkur minn að fara í bað. Styrkur í þar? Svo ég segi það eins og ég nýt þess að fara í bað. Ó, já, ég skil. Baðvatn, sko, þetta að vísu fyrir utan hitaveitusvæðið, en bara ef þér látið mig vita, þá segjum rétt áður, vatnið enga stund að hitna. Gott, þá læt ég yður bara vita. Einmitt. Nippi bara í yður. Ha? Nippi bara í yður þegar ég vil fara í bað. Já, þér bara nippið í mig. Já, það var indælt. Já, það kannski... Hvað þá? Ég kannski skilja þér í sambandi við starfið. Í sambandi við starfið? Ég meina, hvað þér þurfið að fara oft í bað? Hvernig þá? Nei, fyrirgefið, þér sjá til, ef þér væru, segjum, hvað skal segja, ef þér innuð svoleiðis vinnu að þurfa oft í bað. Nei, fyrirgefið, þér komi alls ekki þannig fyrir, alls ekki, það er ekki það. Það er bara, sko, mér datt í hug. Ég datt í hug? Nei, það var ekki þannig, það var ekki neitt, en sem sagt, eins og ég sagði þér bara nippa í mig. Þá kemur það.
Já, sem sagt, já, spilatímarnir milli 3 og 5, spilatímarnir og klósettið og ef þér setið það ekki fyrir yður, altså hvorki spilatímana né klósettið, þá Alls ekki. Hreint ekki. herbergið er sólríkt. Já, sólríkasta herbergið eiginlega fyrir utan stofuna náttúrulega. Já, já. Húsið er teiknað svoleiðis og leigan held ég ekkert frágangsatriði. Síður en svo. Ég er orðinn nokkuð kunnur húsalegu dagana. Já, einmitt. Gatan róleg, einstaklega róleg. Stundum einum of róleg finnst mér. En það er nú annað mál. Ég er einmitt allur fyrir rólegheitin. Já, það er ágætt. Og með blómin, þau geta fyllt ef þér viljið eða ég get tekið þau. Ég elska blóm. Er það satt? Já, þetta eru begoníur, vitið þér. Ég hef lagt sérstaka rækt við þær og þess vegna hef ég það þarna inni. Sólin. En ef þér viljið þá... Nei, við skulum lofa þeim að vera kjörrum. Gott. Það er að vísu alltaf dálítið loftþungt þar sem blóm eru inni. Já, ég hef bara opinn gluggann. Já, og útsýnið. Já, það er nú svona eins og gengur og gerist í bænum held ég. Akkurat. Ég hef víða leikt skal ég segja þér og það er einmitt eins og gengur og gerist. Auk þess, ég hef alltaf sagt útsýnið, það er kannski ágætt fyrstu dagana en svo, já, maður stendur ekki alltaf í gluggan. Segi sér nei, maður í minni stöðu, ég hef nú haldið ekki. Nei. Jæja, ég man nú ekki eftir fleiri bili. Maður í þar stöðu, sögðu þér. Já, það er eitt enn frú, eins og ég sagði á hann. Ég hef víða leikt dagana, já, þegar ég hugsa út í það, ég hef verið allstaðar og alltaf, já, alltaf og allstaðar verið leigjandi. Hjá misjöfnu fólki, eins og gefur að skilja, í misjöfnum húsakynnum auðvitað. Og allt er þetta upp og niður og aldrei veit maður hvað framtíðin ber í skauti sín í þessum efnum. Allt er þetta sem sagt með nokkrum hætti á valdi, já ég segi ekki örlagana, en maður veit aldrei. Til dæmis, ég hef verið hjá fólki sem kom fram við leigjendur sína, já, eigum að segja eins og húsdýr eða vanþróað fólk. Maður kannski vakin upp miðja nótt og beðinn eldspýtur, jafnvel peninga. Einu sinni var ég meira að segja heimtað að mér að ég drykki brennivín. Já, hvernig? Sko, augnablik, kæra frú, augnablik, ég var ekki komin að kjarnamálsins. Svo eru einmitt hinir sem leggja sig í líma við að þóknast manni, geðvíjast manni í einu og öllu. Hafa sýnt og heilagt áhyggjur út af því að maður sé nú ánægður. Biðja mann afsökunar ef gleymast kannski skóhlífar í ganginum eða hitinn sé ekki nógur eða það sé hávaði í flugvélum og það getur jafnvel verið enn verra. Maður fær sko, hvað ég að segja, ekki beint sektartilfinningu en skiljið þér og þess vegna, einmitt þess vegna að því þér til dæmis myndust á að það væri sameiginlegt klósett þá ætli ég að biðja yður í guðanna bæn af því að ég hef tekið eftir því að það er venjulega dálítið þvottasnúra inn á baðherbergi á svo mörgum heimilum, þá ætlum ég sko bara að biðja yður í guðanna bænum að vera ekki feimin, skiljið þér að hengja upp svona persónlegan þvott af yður eða dótturinni sko upp til þerris þó að ég sé. Ha? Já, ég hafði nú bara ekki hugsað út í það. Nei, ég segi nú bara svona. Já, atvinna mín. Auðvitað, ég skal segja þér... Eins og ég sagði, það skiptir ekki máli. Það væri kannski betra að... Í hvað þá? Maðurinn minn, hann kemur heim klukkan 5. Nei, alls ekki. Já, atvinna mín. Ég er fæddur á kreppuárunum. Eða rétt og eftir, skiljið þér. Það skiptir hreint engu máli. Jú, ég er á því, skal ég segja þér, ég er á því að því meira sem maður veit náungan, því betra. Jafnvel þú ekki sé nema að ræða leigjenda og húsráðanda. Það stuðlar að frekara öryggi, ef svo mætti segja. Jafnvel þú ekki sé beinn vinskapur á milli. Það er bara svona meira, hvað ég að segja, meira traust og hald í því. Og svo er eitt, maður gerir aldrei að ganni sínu við ókunnuga.
Maður gerir ekki að gamni sínu við neitt nema maður viti einhver deili á honum. Og í lífinu, eins og atvinnurekandi minn segir, þá getur það verið 1 gramm af gamansemi sem gerir útslagið. Já, 1 gramm af gamansemi. Það er síður en svo að ég sé á móti því að fólk gera að gamni sínu, þvert á móti. Við erum ekki svoleiðis fólk. Nei. Ég skal trúa yður fyrir einu. Ég sá það strax á yður. Jæja, Já, einmitt það. Já, það er hreina satt. já. Ég skal segja yður. Afennar dóttur minnar, þessi sem ég myndist á áðan, Einmitt. það er sko þaðan sem hún hefur músíkina. Já, Ég þekkt hann að vísu aldrei, hann spilaði á böllum. Það var í gamla daga auðvitað. Það voru bara einhverjir fengni til að spila á harmoníku. Þetta var í plássi út á landi, sko. Já, ég segi nú ekki einhverjir og einhverjir. náttúrulega ekki. Nei, hversdags var hann rakari. Já, Já, þegar nóg var að gera í því. Annars var hann hjá Sláturfélaginu. náttúrulega. Og hann, eins og maðurinn minn og fleiri hafa sagt, hann var orðlagður háðfugl. Mörg tilsvör hans til dæmis, ég skal segja yður, maðurinn minn hefur oft sagt mér mörg tilsvör eftir honum. Af hennar dúllu, skil ég þér. Jáhá, Hann var alltaf með glens og gaman. ja, því get ég trúað. Svo þér þurfið ekkert að óttast. Það vissi ég. Ég skal trúa yður fyrir því. Ég hef lykt hjá fólki, sómafólki sjálfsagt, sem var allan daginn eins og úldinn hundur í framan. Og þér getið ekki trúað í hvað það er sálarþrúandi undir þaki hjá svona fólki. Jafnvel þó að gerir mann ekki nokkuð skapaðan hlut. Já, það get ég vel skilið, fólk er misjafnt. Það voru orða sönnu. Fólk er misjafnt, Já, en ekki þér. ég? Nei, þér eruð Er ég? öðruvísi. Ég. Já, reynir nú ekki að bera á móti. Þér eruð öðruvísi. Maðurinn minn, Aha. Maðurinn yðar maðurinn minn, hann kemur heim klukkan 5. ágætt. Upplagt dæmi. Maðurinn yðar. Maðurinn minn? Já, sjáðu þér til. Maðurinn yðar kemur heim klukkan 5. Já, maðurinn minn. Kemur heim klukkan 5, fer í einiskóna sína, ekki satt, skrúar frá sjónvarpinu, fær kaffibolla og sest í stólinn sinn. Hann á sérstakann stól, maðurinn yðar, ekki satt? Jú. Já, ég sé ekki. Hann kemur heim klukkan 5, fer í inniskóna sína og sest í stólinn sinn og horfir á sjónvarpið meðan hann drekkur kaffið sitt. Þér vitur náttúrulega upp á hár hvort hann vill hafa lítið sætt, mikið sætt, svart eða dísætt, sykurlaust. Nei, hætti þér nú. Það skiptir sem sagt engu máli, allt í lagi, sleppum því. En þarna situr hann í stólum sínum með kaffið sitt og horfir á sjónvarpið sitt og er inni í skónum sínum. Jæja, ekki nóg með það. Hann á líka þennan Volkswagen sinn. Þið farið út úr bænum helgar, suður með sjó, austur fyrir fjall, upp í Hvalfjörð og Þingvöll og svo framvegis. Laugardags eftir miðdag bónar hann þennan Volkswagen sinn. Ha? Svo spilar hann golf. Nei. Nú, hann spilar ekki golf. Þá er hann í skotfélaginu. Hann er sem sagt í skotfélaginu. Gott, jæja. Svo situr hann á þessari skrifstofu sinni. Hann hefur þessi ákveðnu verkefni sín frá 9 til 5 og eftir 3,5 ár fær hann kauphækkun. Það var ég búin að segja yður. Að vísu, en samt sem áður, ég hef getað sagt mér það sjálfur. Allir duglegir skrifstofumenn fá einhvern tímann kauphækkun. Einhvern tímann. Og þá auðvitað maðurinn yðar. Ég held... Sjáðu þér til, maðurinn yðar nefnilega. Hann er ekkert öðruvísi en hinir. Ekkert öðruvísi? Ekkert öðruvísi. Nei. Eða er það? Er hann öðruvísi? Nei. Hann er eins og hinir. Er þér vissum að þér viljið þetta herbergi? Eins og okkur komið saman leigan er sanngjörn, gatan róleg, útsýnið, húsgögnin notaleg. Já, einmitt. Notaleg. Það var orðið. Já, ég veit ekki nema
Ég veit ekki nema hans ég búin að lofa einhverjum herbergið. Einhverjum félaga sínum í skotfélaginu? Ég held í alvöru að þér ættuð að leita annað. Sjáu þér til, kæra frú, þetta segið þér mér bara... Segi ég bara? Já, lofið mér nú bara að útskýra málið. Þetta segið þér nú af því að þér vitið ekkert um mig. Ég veit nóg. Þér vitið ekki neitt. Og það er meinið. Ekki bara í samskiptum einstaklinga heldur þjóðana. Þjóðana? Akkúrat. Ég bara veit ekki hvað þjóðirnar koma þessu við. Ef þér vissuð allt um mig, þá gengdi öðru máli. Eins er það í samskiptum þjóðana. Þekkingin, skal ég segja þér, þekkingin er grundvöllur umburðarlyndis. Umburðarlyndið er foreldri kærleikans og kærleikurinn... Ég held þér ættuð að tala við manninn minn um herbergið. Hann... Kemur heim klukkan 5, en við erum ekki að tala um herbergi, við erum að tala um kærleikan og allt sem hefur gleymst. Gleymst? Já, því þegar við höfum sagt allt, þá samt sem áður, þá hefur allt gleymst sem máli skiptir. Sko, ég gæti sagt yfir allt um mig, ég gæti sagt yfir til dæmis allt um atvinnu mína. Ég sel alfræði orðabækur, til dæmis, líka sápu og annað sem svona tilfellur. En alfræði orðabækur eru mitt spesial, mín sérgrein. Ég er fæddur skömmu eftir fyrra stríð, en samt hef ég sérgrein. Ég sel alfræði orðabækur. Ekki að því mér þykir gaman að selja, nei, heldur vegna þess að mér þykja alfræði orðabækur interessant. Já, ég segi það satt. Í alfræði orðabókum getið þér numið, ég sagði numið, ný hugtök. Hugtök eins og siðgæðisvitund, vélvæðing, þrístök. Þó ekki vera annað en þetta. Nei, verið óhrædd frú, verið óhrædd. Það er mitt prinsip, já, mitt aðalprinsip í lífinu aldrei að selja þeim sem ég leigi hjá. Já, trúi mér. Ég get jafnvel trúað yður fyrir mínum success sem sölumanni. Fólk sem vill ekki alfræði orðabók, það er fegið að kaupa sápu. Þó svo það eigi nóga sápu. Já, en ég ætla ekki einu sinni að selja yður sápu. Mér langaði bara til eins, ef þér misfyrir það ekki. Ha? Hvað meinið þér? Að því frú senn skilji okkar leiðir. Já, þið sögðu sjálfar að maðurinn hefði leigt herbergið öðrum, þetta herbergið sem þið sýndu mér, allt í lagi, en bara svo þér hugsið ekkert illt um mig, þá langaði mig til að sýna yður það sem ég hef engum sýnt. Segja yður það sem ég hef engum sagt, opna hjarta mitt í fyrsta sinn og bara því að við eigum ekki að sjást oftar. Hvað meinið þér? Mér langaði að sýna yður botlangaskurðinn minn. Sjáu þér, svart á hvítu, kannski ekki beint svart á hvítu, en skiljið þér núna? Vil ég? Má bjóðið kaffisopa? Nú sé ég loks að þér skiljið mig. Skiljið mig fullkomlega. Nei, ég skiljið þér ekki. Það gerir ekkert til. Það kemur smám saman, hægt og hægt. Skilningurinn. Og síðan allt hitt. Gagnkvæmur skilningur. Og síðan allt hitt. Allt hitt? Kannski, ef ég segði yður frá bernsku minni, kannski þá ættu þér hægra með að skilja. Ég held mér langi ekkert til að heyra um bernsku yðar. Hvað? Ég átti nokkuð sérstæða bernsku. Já, mér varðar ekkert um bernsku yðar. Ég man ekki eftir móður minni. Hún dó af barnsförum. Það var þegar hún átti mig, skiljið þér. Pabbi minn, hann kom mér fyrir hjá konu og það var hjá þeirri konu sem ég ólst upp. Ég var mjög einmana barn. Ég fékk að vísu nóg að borða. Ég gekk sómasamlega til fara, en ég var afar einmana. Þetta voru áreiðanlega verið ágætis manneskja, en hún skipti sér lítið af mér. Skipti sér hreinlega ekkert af mér. Nema hvað hún vildi að ég væri alltaf hreinn undir nöglunum. Það var það eina. Þegar ég var ekki í skólanum eða lesa undir morgundaginn, þá var ég út í garði að leika við köttinn. Við vorum miklir vinir, kötturinn og ég.
Jæja, og svo... Og svo hvað? Hugsið yður. Þegar ég var búinn að missa móður mína, og nú varð kötturinn undir bíl. Já. Eftir það var ég einn í garðinum. Hefði ekki verið hægt að fá annan kött handið? En skiljiðir ekki, frú. Það hefði aldrei orðið sami köttur. Já, vísu ekki. Auk hvers hafði engin hugsun á því. Síst af öllu ég sjálfur. Nei, þetta hefur sýnilega verið mjög dapurlegt. Náttúrulega bar þessari konu engin skylda til að láta sér annt um mig. Nei, en samt sem áður. Samt sem áður. Þarna hittu þér naglan á höfuðið, frú. Samt sem áður. En ég spyr nú bara, þér komið út af þessu herbergi, ekki satt? Jú, en það er svo margt annað en herbergi. Já, en þér það hljóta að vera einhverja skrifstofur, einhver félög eða stofnanir sem sjá svoleiðis lagað það, ekki satt? Við bara auglýstum þetta herbergi til leigu. Og þar með haldið þér að þér séuð laus allra mála? Laus allra mála? Já, gott og vel, jæja. Ég hef sagt þér í stuttu máli frá bernsku minni, þó margt eftir, en það býður bara betri tíma. Já, næst komum við að fyrstu reynslu minni í kynferðismálum. Viljið þér? Viljið þér taka höndina af hnénu á mér? Þér kjósið kannski heldur ég kalli það fyrstu reynslu mína í ástarmálum. Gott og vel, við getum gert það. Þó er engin ást saman við það. Það er sjaldnast í fyrsta sinn. Það hefur oftast eitthvað fálm út í loftið. Oftast, sagði ég. Skilur ekki annað eftir en vonbrigði, leiðindi. Maður skammast sín að því að fer út þúfur. Það fer kannski að halda að maður sé eitthvað öðruvís en annað fólk. Maður veit ekki að flestir ganga í gegnum þetta. Jæja, þetta var fermingarsystir mín. Viljið þér taka höndina af hnénu á mér? Þetta var eftir spurningatíma í köldu kofareksni sem var búið að rífa til háls. Ég mani mitt, presturinn hafði talað 3 orð Jesú á krossinum. Já, voru þau kannski ekki 3? Jæja, það var sem sagt þarna í gömlu kofareksni. Kannski var bara alltaf kalt. Auk þess var þetta á beru gólfinu og ég bara nýorðin 14 ára. Viljið þér taka höndina? En frú, Viljið þér? þér getið fært hnéð. Jesús! Svo kom fermingardagurinn. Við stóðum hana öll við gráturnar í þessum hvítu skikkjum. Presturinn gekk á milli og lagði svona höndina á höfuðið á okkur. Við krupum á kné. Þér vitið hvernig það gengur fyrir sig. Mér svelgdist á messuvínunu. Ég varst oblátan eins og pappír í munninum og allan tíman skammaðist ég mín. Því hún stóð þarna. Skammaðist mín hvernig þetta hafi farið. Seinna meir auðvitað gafst mér tækifæri til að sanna hæfni mína. Ég hef nú haldið það. En aldrei gagnvart henni. Það þykir mér sárast. Ekki snerta mig. Jæja, svo tók ég gagnfræðipróf og var á ýmsum stöðum áður en ég fór að selja alfræðiorðabækur. Ég var á bensínstöð, ég afgreiddi í blómabúð, ég bar út símskeyti, ég vann í bæjargörðunum, ég var skrifari í pakkhúsi. Svo komst ég inn í Pólifónkórinn. Þér? Ég er orðin svo skrítin innan mig. Virkilega? Ég held, mér sé að verða illt. Hæ? Viljið þér ekki fara? Fara? Fara. Hvort á ég að fara? Hvort? Ég veit það ekki. Ekki veit ég það? Hvort gæti ég farið? Húsi úr húsi að selja sápu og alfræðiorðabækur. Daginn út og daginn inn. Alla ævi, syngt og heilagt. Bara ef þér vildu fara. Hvort? Ég skal kaupa af yður alfræðibók og líka sápu. Frú, þér gerir mér rangt til. Lofið mér bara að vera í friði.
Er það staðfastur ásetningur yðar? Hvað þá? Að fá að vera í friði. Hvað meinið þér? Þér viljið fá að vera í friði með ryksugun yðar, spilatíma dótturinnar, inniskóna mannsins yðar, fólksvagnin yðar, launahækkun eftir 3,5 ár. Í Guðana bænum lofið mér að vera í friði. Takið höndina burt. Og silfurbrúðkaupið yðar. Kannski verið þér þá búin að fá Chevrolet í staðin fyrir Volkswagen. Vitið þér, það hefur verið sannátt í löndum, það er draumur allra sem eiga Volkswagen að eignast Chevrolet. Farið þér strax. Ok. Og herbergið? Herbergið. Ég gerir ráð fyrir að ég fái ekki herbergið. Eins og ég sagði þér, herbergið hefur verið lofað öðrum. Já. Ég beð heilsónum. Ég sé hann fyrir mér. Hann á rakvél sem ekkert heyrist í. Ef hann á annað borð þarf að raka sig. Hann geymir tilfinningar sínar í innbyggða skápnum í herberginu. Hann sprautar deódorant á langanir sínar undir sænginu á kvöldin. Og hann verður búinn að sturta þrásinni og sökniði niður þetta sameiginlega klósett áður en húsráðendur vakna á morgnana. Og fær inn í vinnuna klukkan 9. Og þér? Ég? Þér lærið kannski smátt og smátt á píanó. Verið þér sælar. Þér? Ég hvað? Þér eruð kvikindi. Já, ég er kvikindi. Húsið var teiknað svoleiðis. Mér datt ekki í hug. Það var lóðið. Þér gætu kannski. Kannski hvað? Kannski komið aftur á morgun. Við getum talað betur þetta. Já, ég væri betur upplögð á morgun. Eða hinn daginn. Bara ekki í dag. Bara ekki í dag. Vitið þér, það er sama viðkvæðið og fólk hefur þegar maður sýnið í alfræðibækurnar. Og hvað? Hvað? Með það? Ég bara segi þér það. Bara ekki í dag. Skiljið þér ekki. Þetta kemur allt saman svo, allt í einu. Ég veit ekki, komið þér seinna. Kannski. Kannski kem ég seinna. Við bara auglýstum þetta herbergi. Mér datt aldrei í huga. Nei, það er lóðið. Fólki dettur aldrei í hug. Komið þér seinna. Seinna. Ég kem kannski á silfurbrúðkaupinu. Hver veit? Það voru komin Chevrolet og vinnukona. Verið þér sælar, frú. Sælir. Og gangi þér allt í haginn. Takk fyrir. Bless. Þér ratið út. Út og inn. Jæja. Þakka þér fyrir uppbyggilega dagstund. Dúlla. Hættu þessu glamri í Guðana bænum. Hættu, Dúlla. Ég þoli ekki þennan hávaða. Hættu, segi ég. Hættu. Ég er að fá mígreni mitt. Mígreni mitt. Endir. Þakka ykkur kærlega fyrir sem á hlýddu og horfðu og við sjáumst bara vonandi aftur sem fyrst. Farið vel með ykkur.